Sæl aftur. Alltaf maður að læra eitthvað nýtt. Viðskiptahraðall fallegt orð og við ætlum að komast að því hvað það þýðir. Og til mín eru komnar þær Halla Eysteins og Sandra Mjöll sem ætla að segja mér allt það og okkur. Komið sælar og velkomnar. Takk fyrir. Og þá bara aftur, viðskiptahraðall. Stórt spurt. Stórt spurt, langt spurt. Stórt orð. Já, viðskiptahraðall bara, þetta í rauninni námskeið sem til þess fallið að flýta hugmyndum af stað. Hraða þeim, hraðall. Já. Og við erum sem sé núna keyra hraðall sem heitir Academy for Women Entrepreneurs og viðskiptahraðall fyrir konur sem eru með viðskiptahugmyndir og erum búin að vera að keyra þetta núna síðan í febrúar og við erum bara raunin að taka þetta sem námskeið og flýta hugmyndum af stað. Við fengum þetta verkefni sem samvinnuverkefni milli Háskóla Íslands og Bandaríska sendiráðsins. Já. Og þetta verkefni sem verið að búið að keyra í fullt af löndum og aðalega í löndum þar sem atvinnuþátttaka kvenna er aðeins minni, en Bandaríska sendiráðurinn nálgaðist okkur og langaði að setja á fót þetta verkefni hér á Íslandi þar sem atvinnuþátttaka kvenna er aðeins meiri og sjá hvernig þetta færi. Og þetta er annað árið í röð sem við förum á stað með þennan viðskiptahraðall og fengum 150 umsóknir frá 150 konum að sækja og við gátum bara tekið inn 50. Og núna erum við að vinna með þessum 50 konum sem eru 37 hugmyndir, sumar í teimum og erum bara að ýta þeim eins hratt af stað í atvinnurekstur og við mögulega getum. Og það er það sem viðskiptahraðall snýst um. Og ég meina, ég ljósi þessara þáttöku og umsóknarna þá náttúrulega alveg ljóst að þetta verður árlega hér eftir eða hvað? Já, það er vonandi. Þetta er fjármagn aðalega frá Bandaríkjunum og þeir eru mjög ánægð með hvernig við tekist til og mjög svona mikil breidd í hugmyndunum sem að koma. Við erum að reyna að kemur þetta mjög mikið á netinu. Það er erlent námskeið kemur frá Háskólanum í Arizona sem að allir þátttakendur færi gegnum á netinu. Það er á ensku, þannig við erum að reyna að ná til kvenna af erlendum uppruna og mikið af lótunum, við erum með svona vinnulótur, það fara marga fram á netinu, þannig við hefum líka boðið, konar á landsbyggðinni hafa verið að sækja mikið í þennan hraðall. Frábært. Og það er einmitt þess vegna sem við erum með vinnulótu akkurat núna í Háskólanum Akureyri, búin að fórum allan hópinn og eru hérna í Háskólanum Akureyri akkurat núna að vinna í hugmyndunum sínum. Akkurat, þetta er magnað og merkilegt og Halla, þú hefur notið góðs af þessu eða hvað? Já, ég sótt að því að mitt áhugasvið var að koma minni vöru á markað erlendis. Ég er þegar að selja hana hérna heima á Íslandi og ég vildi bara ná lengra því við þurfum að gera business plan og það er nauðsynlegt fyrir markaðssetningu og koma að stað bara fara alla leið. Akkurat, og það skulum fara í grunninn og þín hugmynd svo sem þú ert búin að vera að selja hér innanlands undanfarið. Það er sjúkrabörur. Það eru sjúkrabörur? Já. Og hérna við erum með það til sýnis, eða sem sagt allavega umfangu þeirra. Sést þetta ekki alveg örglega? Segðu okkur hans frá þessum sjúkrabörum. Ég er hjúkrunarfræðingur að mennt og hefur verið í störfum í björgunarstörf og reynslan bara í öllum þessu göngum og öllum þessu leitum, þá er maður að hugsa mikið. Og það var svo margt sem þurfti að bæta og laga. Í fyrsta lagi að hugsa öryggi slasara fjöllum. Já. Þess vegna kom þessi hugmynd að þegar einhver týnist, hann hringir og kallar á hjálp, þá þarf að leita viðkomandi. Hann segir bara, ég týndur, ég stattur hérna, staðar í Esjunni eða eitthvað staðar bara á fjöllum. Já. Og þá að fara að leita flokkar af stað. Og það er ekkert hægt að ganga með sjúkrabörur upp í fjalli. Þannig að hugmyndin var bara svo að það hlýtur að vera hægt að gera þetta eitthvað einfaldara. Þannig að ég fer í prófanir og rannsóknir og vottanir og allt og bara fæ þessa hugmynd að það sé hægt að bera þetta baki, brjóta þetta saman, þannig að þetta hafa þetta þegar gönguhóparnir, leitahóparnir að fara, þessi fyrir hérna og það sé allir með í hverjum hóp. Þegar leiða viðkomandi fundin, þá er þetta bara strax pakka viðkomandi inn og að því ofkælingin er svo hættuleg. Bara í staði fyrir að erum búin að finna eitthvað, við sem þá að hringja í þyrlu og biðja hann að koma og þá þarf að bíða eftir björgunarbúnaði. Og þú sagði mér einmitt áðan að þær eru meira sér hannað þannig að það er alveg skjólborð á þeim þannig að þetta myndast eins og, hvað sagðirðu, vagga? Já, þetta er svo vagga vegna þess að það er enga sjúkrabörur í heiminum með 30 cm háum köntum. Okkar sjúkrabörur eru steyptar og eru bara svona háar. Já. Þannig að þetta er svona eins og vagga, þetta er mjúkt segl og með stuðningi til fóta og þannig að fólk liggur í svona vöggu
En botnin hins vegar harður og leið á búið að opna sjúkrabörna þá bara tóksa í spotta og þá komið stífu botn. Vistu, sko, og gott fólk, þetta umfangið, þetta bara setjum maður á baki og hleypur og þetta er svona þungt. Innan við 5 kíló. Innan við 5 kíló. Stundum sér maður og heyra hugmyndum sem maður hugsa bara, á hverju hefur þetta ekki alltaf verið til? Mér finnst þetta algjörlega stórkostlegt. Já. Og það hlýtur þá að muna að fá þá þessa aðstoð til þess að þetta er náttúrulega eitthvað sem á erindi við alla heimsbyggðina. Nákvæmlega. En þarna kemur inn á mjög mikilvægan punkt. Þú heyrðir af einhverju hugmynd og hugsa, af hverju er þetta ekki bara til og út allt? Það er það þarf að koma hugmyndum af stað. Akkurat. Stundum ertu með frumkvöður sem fær frábæri hugmynd en hann hefur ekki færnina eða tólin til þess að taka næsta stig og bara í einhvern atvinnurekstur eða nálgast einhvern sem gæti gert hann að vöru eða komið henn áfram. Og þess vegna erum við með svona verkefni. Það er að við erum fá hugmyndir úr samfélaginu sem eiga erindi við okkur, eiga erindi jafnvel við heimsbyggðina alla og koma þeim af stað. Þannig að þeir verði ekki bara hugmynd, heldur verði að einhverju áþreifanlegu alvöru. Nákvæmlega. Og svona lókum, hvað gengur vel? Er þetta komið eitthvað á rekspöl með erlendan markað? Nei, það er, sko, núna er íslenski markaður að vera mettur. Íslendingar eru rosalega vel búnir og eiga óbúslega mikið. En þetta er viðbútabúnaður sem allar sveitir inni á Íslandi ættu að eiga. Því að ég sé ferðafélaginu að kaupa þetta og setja þetta í skálana sína. Það er mjög mikilvægt vegna þess að ef einhver er bara á göngustíg nála skála þá er bara mjög gott að geta gripið einu og hlaupið vegna þess að það er styttra heldur en kalla hjálp úr að utan. Þannig strax þetta og líka skíðasvæðinu fara upp í brekkur og sækja fólkið. Þannig skíðaskálanar ættu líka að vera með þetta. Þannig ég á heima lager til þess að anna íslenska markaðinum og en núna þarf ég að fara erlendis vegna þess að það er fjöll út allan heim og það þarf að fjöldaframlega þetta og komið sér lengra. Dásanlegt, gangið þér dásanlega með þetta með börnaðinnar, vonandi berast þær sem víðast. Og takk fyrir ykkar framlega og takk fyrir komuna að segja okkur frá þessu. Kæra þakkir fyrir að taka mót okkur. Já, takk fyrir. Og já, við höldum áfram eftir smá.